Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Forstöðumenn sem móðgast mögulega hagsmunatengsl, ESB og stjórnarskrárbreytingar, hrottalegt ofbeldi fyrir norðan, skotvopnaleyfi og Edison-málið svokallað. Þetta verður allt til umræðu næstu mínútur hjá okkur á samstöðinni. Réttur settur, eins og við köllum þennan þátt í gríni, sem hverfist lagalega álitaefni, tengd fréttum líðandi stundar. Gísli Tryggvason, lögmaður og einn góð kunningja samstöðurinnar er á línunni og ætlar að ræða við mig þessi mál sem ég nefndi. Gísli, góð kunningi samstöðurinnar segi ég, oft var í fréttum áður að einhver var í góð kunningi lögreglunar. Manstu eftir því? Já, ætli maður sé það ekki líka, bæði út af ættingjum sem í lögreglunni og störfum mínu sem lögmaður, þá er maður ofta eiga við lögregluna. Já, þetta var tvennt af góðkunningi lögreglunar og tali var að aðkomumann væri að ræða. Þetta las maður oft í degi fyrir norðan. Já. Það skrifaði í dag, í gamla dag. Já, við skulum byrja á því að ræða Evrópuumræðuna og ég ætla að nefna við þig að ég hef séð hjá fólki sem vil nýja stjórnarskrá að því hefði fundist betra ef við hefðum náð að breyta stjórnarskránni fyrir þennan kafla sem að fasa sem við erum í núna. Hver er þín skoðun á því? Já, ég hef nú verið þeirra skoðunar í áratugi. Ég var í stjórnlagaráði og eitt af því sem við samþykktum þar 25.0 var ákvæði sem heimilar það framsal ríkisvalds sem felst í fullri aðild að ESB. Það var á sínu tíma umdeilt fyrir 30 árum þegar við urðum aukaaðilar að ESB sem kallað er EES, hvort að stjórnarskráin heimilaði slíkt ríkisframsal og ég var á þeirri skoðun ungu laganemi að stjórnarskráin gerði það ekki. En niðurstaðan var nú samt að stjórnvöld og fræðimenn sem að stjórnvöld leituðu til höldu þetta vera innan marka. Á það hefur auðvitað reynt síðan með einstaka dómsmálum kannski það sem menn hafa haldið slíku fram, þannig að það er úr sögunni, en ég held að það sé óumdeilt meðal lögfræðinga að það framsal ríkisvald sem felst í fullri aðild sem við ætlum nú að spyrja þjóðina hvort að hún vilji reyna, að það krefst stjórnarskrárbreytingar. Þannig að það er óvenjulegt svolítið í þessu máli að þjóðin verður sennilega spurð 4 sinnum hvort hún vilji ganga í ESB. Fyrst verður spurt hvort eigi að hefja aðildarviðræður að nýju, eins og ég hefði nú vilja orða spurninguna. Svo þegar samningur liggur fyrir, þá verður þjóðin spurð hvort að samningurinn sé nógu góður og hvort hún vilji samþykkja þetta. Síðan þarf einhvern tímann fyrr eða síðar að breyta stjórnarskráni og henni er breytt þannig að fara fram tvennar kosningar og svo þarf að breyta stjórnarskráni eiginlega bæði fyrir og eftir kosningar. Það þarf að rjúfa þing þegar eftir stjórnarskrárbreytingu og við höfum yfirleitt gert þetta þannig að í lok kjörtímabils þá er stjórnarskráni breytt svo að sé ekki verið að rjúfa þing aukreitis. Já, þannig að þetta er svolítið flókið en það þarf að breyta stjórnarskráni. Það er svona niðurstaðan. Já, möguleg sviðsmynd er að allt þetta ferli ætti sér stað en svo stoppar bara allt eftir allar þessar atkvæðagreiðslur. Stoppar á stjórnarskráni. Já, ef Alþingi breytir ekki stjórnarskráni og kjósendur staðfesta það svona óbeint allavega í alþingiskosningum þá náttúrulega reynir ekki á þetta. En ég held að enginn haldi því fram að við getum gengið í ESB án breytinga á stjórnarskráni. Og auðvitað hefði það verið betra að vera búin að því eins og fleiri
þetta var náttúrulega heildstætt plagg sem við lögðum til fyrir 13 árum. Já, bara hörmulegt hvað þetta búið að sofa lengi, en þegar þú heyrir Evrópu andstæðingana hafa hátt fullveldis afsalið og þeir séu að verja fullveldið með afstöðu sinni, hvað hugsarðu þá og segir? Já, hugtakið afsal svolítið eins og, bara misskilningur. Maður afsala sér til dæmis fasteign þegar maður búinn að selja hana og fá allt greitt. Þá hefur maður ekkert lengur með þá fasteign að gera. Það verið að leggja til að vissir þættir ríkisvalds verði framseldir í ríkari mæli en hefur verið gert, en það ekki verið að afsala sér fullveldi. Mér finnst alveg ótrúlegt að klárt og velmenntað og reynt fólk haldi því fram að Frakkland og Pólland og Svíþjóð og Spánn séu ekki með fullveldi. Ég meina Bretland beitti sínu fullveldisrétti til þess að fara út úr ESB og meira segja ófullvalda þjóðir hafa gert það. Grænlendingar voru tíma held ég í ESB í gegnum Danmörku en fóru út, þannig að ekki eru þeir nú fullvalda. Þannig að þetta bara rangt að það sé verið að afsala sér fullveldi, en það verið að framselja vissa þætti ríkisvaldsins sem fullvalda þjóð getur gert, alveg svo fullvalda eða sjálfráða einstaklingur getur gert ýmsar ráðstafanir, hann getur ráðið sig í vinnu, hann getur gift sig, en hann ekki þar með orðinn ósjálfstæður. Hann ekki orðið þræll og hann gifti sig eða gangi í launavinnu. Einmitt, góða punktur. Við vorum aðeins við Ólafur Harðarsson, prófessor emeritus, stjórnmálafræðingurinn geðþekki, að ræða upprópuna pólitík og svona þessa yfirgengilegu frasa í þætti hér í gærkvöld. En víkjum þá hingað að öðrum málum innanlands. Eitt sem við höfum svo rætt áður, það eru reglur gæsluvarðhald, margir slegnir yfir hópnauðgun fyrir norðan og Akureyri síðustu helgi og þegar þetta tekið upp þá held ég að enginn sé komin í gæsluvarðhald og fólk svona bara út á götu að spyrja sig býtu hvað þarf, af því að það verðist liggja fyrir einhverju leyti hverjir eru þarna verki. Hvenær á maður hneykslast á því að fólk fari ekki í gæsluvarðhald og hvenær ekki? Já, ég veit ekki hvort það liggur fyrir, en það einhver orðrómur á netinu og jafnvel einhverju fréttamiðlum að tilteknir menn, jafnvel nafngreindir, séu meintir gerendur. En það sem þarf til að menn séu settir í gæsluvarðhald er nú í fyrsta lagi krafa lögreglustjóra. Hún hefur ekki komið fram og það minnir aðeins á umræðu sem við áttum fyrir vetur í kynferðisbrotamáli, þar sem að við undruðust eitthvað í þessa veru. Ég man ekki hvort það var vændiskaup eða eitthvað slíkt, en það náttúrulega frumskilið að lögreglustjóri geri þá kröfu og kannski ætti hann að í svona máli að láta á það reyna þó hann sé ekki sannfærður að honum takist það. Þess að dómstólar geti ekki sett menn í gæsluvarðhald nema lögreglan krefist þess. Já. Ég man eftir einu máli í vetur líka þar sem að maður var grunaður að hafa brotist inn í hús og nauðgað þar barni og hann gekk laus bara dögum saman en svo tjáði sig og skrifaði færslur á Facebook og svona og öll fjölskyldan í einhverju rústabjörgun virtist vera, en það er að segja aðstandendur mannsins, en svo þegar allir voru búin að spyrja þeirra spurningar lengi á hverju er þessi maður ekki í gæsluvarðhaldi, þá var hann svona heftur í gæsluvarðhald en bara mörgum dögum síðar. Já, og það kann að vera að lögreglan hafi verið eitthvað seina átt að sig á málinu en kannski hafa bara betri sönnunargögn fengist, sko. Já. En það veit maður aldrei svona utan við málið, sko. Nei. Heyrðu, og hefurðu lesið Edison málið, Gísli? Já, ég hef aðeins skoðað bæði fréttir og úrskurðinn sem var nýlega birtur á heimasíðu Landsréttar. Það náttúrulega svakalega sorglegt, eins og öll svona mál, en mjög óvenjulegt líka að sakborningur þar virðist halda því fram að hafi verið að ræða
einhvers konar sameiginlega áform sjálfsvíg. En þó þannig að einhver átt að hjálpa öðrum, sko, og það er sérstakt í hegningarlögunum í 213. grein sérstakt ákvæði að ef að maður, drepur mann sem biður það, eins og hefur gerst í sögunni auðvitað, þá varðar það mun lægra fangelsi, þá varðar það fangelsi alltaf 3 árum. Já. Og þetta á þá við bæði svona líknardráp eins og kannski ýjað þarna, en líka bara ef að maður vill þetta. En almennt náttúrulega eru svona alvarleg refsiverð brot, þau upphefjast ekki þrátt fyrir samþykki, sko. Það er þetta samþykja minniháttar brot gegn sér eða láta hjá líða að kæra það, en ekki morð. Ekki mannslát verður ekki refsilaust, en það verður kannski dæmt eftir öðrum ákvæðum og vægari ef að það sannast að hafi verið að ræða ósk eins eða annars af þeim látnu. Þá náttúrulega fælist í málsvörn þess sem sviptir einhvern lífi með samþykki, þess sem sviptur lífi, þá fælst náttúrulega í því svo skylda að það liggi fyrir einhvers konar samningur þar undirritaður eða samkomulag eða gögnum það að svo hafi verið til að þú fáir þessa refsilækkun, ekki satt? Já, sennilega verður nú ekki gerð krafa skriflegan samning, en einhvers konar sönn þarf að vera, og við vitum náttúrulega ekki hvað þessi sakborningur hefur máli sínu til stuðnings í því. Nei. Er þetta ekki mörguleyti einstætt mál, finnst þér, svona á því sem þú hefur verið að skoða? Jú, það held ég. Já. Það sem ég hef séð. Ég man ekki eftir svona í réttarsögunni, sko, okkar. Nei. Óþægileg lesning, væga sagt. Já. Heyrðu, svo svona fleiri mál sem væri gaman að fá sjónarhornið á, samanber mál sem tengjast heilbrigðisráðherra, eiginmanni hennar, fyrrverandi forstjóra sjúkrahúss á Akureyri. Sem sagt, saga málsins svo að forstjórinn, var ekki þannig að hann fekk ekki sjálfkrafa framlengingu á skipunartíma, eða? Jú, ráðherra ákvað í þessu tilviki og kannski fleirum, allavega einu öðru tilviki, að auglýsa stöðuna, sem að virðist kannski vera einhver svona stefnumörkun af hálfu þessara ríkisstjórnar að gera. Já. En meðan það er ekki, sko, algjörlega algilt eða jafnvel lögbundið að auglýsa skuli, þá er það því meður svo, eins og við ræddum fyrir vetur í máli Ársæls skólameistara. Þá náttúrulega eru sumir forstöðumenn ríkisstofnana sem taka þetta sem móðgun eða vantraust og hætta samstundis, eins og lögreglustjórinn á Suðurnesjum gerði fyrir hálfu ári síðan eða meira, þegar hann fékk ekki sjálfkrafa framlengingu heldur átti að auglýsa, þá bara sagði hann upp samstundis, og sama gerði forstjórinn á FSA. Já, og sko það er svona hliðarvinkill á þessu máli að ákvörðun heilbrigðisráðherra líkt og ákvörðun Ingu Sæland á sínu tíma í Ársælsmálinu, það eru þarna persónulegar tengingar í tilviki heilbrigðisráðherra. Þá er það einmaðurinnar sem hefur hagnast 20 milljóna á einhverjum, kallast þetta ekki ferliverk? Jú, það er víst. Ég held að það nú verið Guðmundur Ingi sem að ákvaða framlengja ekki skipun Ársæls skólameistara, en það tengdist samráðherranum og formanninum Ingu Sælanda, því að hún hafði verið, sko, í útistöðum við skólameistaran í skómálinu.
Já. Er það ekki rétt munað, en þarna ég veit það ekki, hugsanlegt vanhæfi ef að læknirinn sem giftur heilbrigðisráðherra, ef að hann hefur einhverja verulega hagsmuni af samskiptum og viðskiptum við FSA, þá getur verið að þetta valdi vanhæfis flækjum eða álitamálum hæfi ráðherrans. En þetta voru nú bara fréttir sem kom í gær háar fjárhæðir sem samlagsfélag þeirra hjóna hefði átt í við FSA. Já, þannig eins og þú segir, það gætu kviknað spurningar hæfi. Þetta mál gæti orðið að einhverju leyti óþægilegt fyrir Ölmu Möller eða hvað? Já, mér finnst þetta svona fyrstu fréttir ekki líta nógu vel út að það gerir svona seint að hún dragi sig út úr þessu og ég held að, ráðuneytið og ráðherrann og stjórnarráðið vel allt hefði átt að passa sig betur á slíku fyrr, af því að nú er að verða 1,5 ár síðan þessi ríkisstjórn var mynduð og þetta hefði nú átt að vera fyrirsjáanlegt, finnst mér. Nefnilega það. Sko, við ætlum að hafa þetta frekar stutt í dag, Gísli. Ég sé líka að sambandið á milli okkar svona, hún ekkert sérstök myndin að þér og hljóðið hann sleppur vonandi en það betra að fá því hérna að rauðaborðinu í eigin persónu eins og oftast hjá okkur. En það eitt mál enn sem að mér langar að imbrá við þig, það varðar held ég sviptingu skotvopnaleyfis, veistu hvað ég að tala um? Já, það vill svo til að ég hef rekið mjög svipað mál fyrir stjórnvöldum og það mál fór reyndar til umboðsmanns Alþingis, en þar hafði lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu að okkar mati freklega brotið málsmeðferðarreglur og var reyndar gagnrýndur í dómsmálaráðuneytinu fyrir það, en engu að síður staðfesti dómsmálaráðuneytið óvænt að maður skyldi sviptur skotvopnaleyfi vegna þess að hann hafði samþykkt sekt út af broti, en það sem við gerðum alvarlegustu athugasemdina við í því máli og svipað og þetta mál sem kom í fréttum í gær, að það ekki sjálfkrafa regla að maður sem brýtur á okkar mati kannski minniháttar reglur vörslu skotvopna, hann verði sviptur skotvopnaleyfi. Í okkar tilviki var það sitt hvoru lögreglustjórinn, en í öðrum tilvikum sem eru komin fram þá það sami lögreglustjórinn sem að sektar og sviptir. Já. En mér finnst þetta að líta mjög illa út hvað þetta harkaleg viðbrögð, af því að auðvitað verður að geyma skotvopna á góðum stað, en Ekkert mál. En það má ekki ganga of hart fram til meðalhófs að svipta menn skotvopnaleyfi. Nei, og þeir ætla einmitt að hann heitir Axel og Schutt, sölumaðurinn í þessu máli sem ræðir, og lögmaður hans heitir Ívar Pálsson, og þeir ætla að kæra til dómsmálaráðuneytisins það sem þeir telja ólögmæta sviptingu lögreglu á skotvopnaleyfi Axels, og það segir í fréttu Vísis að það verið sem aukin harka hafi færst í aðgerði lögreglu gagnvart íslenskum veiðimönnum þegar þetta hafa varan á sér. Já, mér finnst þetta ótrúlega líkt okkar máli og ég vona þeim gangi betur, en okkur tókst ekki að fá þessa sviptingu fellda úr gildi á málskotsstigi. Já. ÁTVR fékk ekki mál upptekið í Hæstarétti daginn vegna þess að það greiddi sekt í kjölfar dómsniðurstöðu Landsréttar. Já, það dálítið sérstakt að lögmaður skuli gleyma þessu eða klikka á þessu ef hann hefur verið spurður álits að ef menn
efna dóm, ég man ekki hvort það var sekt, var það ekki frekar málskostnaður sem að greiddur var. Ef menn efna dóm og greiða málskostnað, greiddur, já, einmitt, akkurat. Án fyrirvara þá felst í því samkvæmt lögum og dómafordæmum afsal á réttinum eiginlega til þess að áfrýja. Já. Þannig að menn eiga ekki að efna dóm einhverjum hluta eða öllu leyti ef þeir alla veffengjan fyrir aðra dómi. Það er svona grundvallarregla. Einmitt. Herra Gísli, kæri þakkir fyrir þetta spjall okkar lagaleg álitaefni tengd fréttum líðandi stundar og næst þegar þú kemur til okkar þá verður við hér í eigin persón við Rauðaborðið. En kæri þakkir fyrir í dag og góðar stundir. Takk fyrir mig, sömuleiðis. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is